Já, komið sæl, við höldum áfram. Nú eru konið til okkar nýjir gestir. Það Breki Karlsson formaður Neytendasamtakanna, Ólína Þorvaldsdóttir prófessor og Guðmundur Andri Thorsson rithöfundur. Verið velkomin. Takk fyrir. Við vorum með fólk hérna áðan og við tölum eitt og annað, en við geymdum alveg vísvitandi hækkun veiðigjalda. Svona eiginlega til heiðurs þér, Ólína. Takk fyrir. Þegar þú varst á þingi þá varstu mjög gagnrýn og varst í sjávarútvegi. Já, ég náttúrulega mín þingmennska, hún helgaðist nú eiginlega af því að reyna að koma fram breytingum á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Sko, þessi umræða verður alltaf svo ruglingsleg. Hún verður alltaf svo yfirdrifin þegar hún fer af stað og það markast meðal annars af þessari gríðarlega hörðu hagsmunagæslu, LIU og SFS í dag, sem heitir SFS í dag. Auðvitað þurfum við að stjórna fiskveiðum með einhverjum hætti. Auðvitað voru það eðlileg og skiljanleg umhverfis sjónarmið að taka upp einhvert fyrirkomulag við stjórn fiskveiða. En svo var komið á kerfi sem var eiginlega það allra versta kerfi sem hægt var að koma á með tilliti til byggðaþróunar og byggðafestu í landinu. Kerfi sem var þess valdandi að kvótinn fór að ganga kaupum og sölum eins og hvert annað gós. Það var alveg gríðileg samþjöppun og samruni í sjávarútveginum. Og þess vegna náttúrulega hjákátlegt að horfa núna á þessar auglýsingar, þessara hagsmunasamtaka, það sem vísaði til þess að það þurfi að verja byggðir í landinu með lækkun veiðigjalds vegna þess að hafi eitthvað leitt auðn og erfiðleika yfir byggðir landsins, þá var það kvótakerfið sem nú við lýði. Skildi sjávarþorpin eftir í þvílíkum vandræðum og auðn víða land. Og sem að fæst þeirra hafa borið sitt barr eftir síðan, þó sum séu nú farin að koma sér aðeins á skrið aftur, en það ekki sjávarútveginum að þakka, það ferðaþjónustun að þakka og öðrum atvinnutækifærum sem hefur tekist að vinna upp til mótvægis við þá erfiðleika sem að þessi samþjöppun kvótans og útgerðarfyrirtækjanna hafði í för með sér. Það nú bara þannig að, og ég meina, sjávarútvegurinn, sérstaklega náttúrulega stórútgerðin, hún að taka til sín arð sem skiptir milljörðum á hverju einasta ári og auðvitað eiga þeir bara að borga veiðileyfagjald, skynsamlegt veiðileyfagjald fyrir aðgang að þessari þjóðarauðlind sem að fiskimiðin eru. Þú myndir ekki leigja blokk í Breiðholtinu, þú myndir ekki leigja húsnæði, láta frá þér húsnæði á þess að kæmi gjald á móti, þetta bara eðlileg sjónarmið og ríkissjóði veitir nú ekki af í innviða uppbyggingu. Í allir þessar umræðu, eins og hún núna og gegn þessum auglýsingum og þessi svona framsetningu útgerðarinnar, þá kemur bara frétt það að Ísfélagið í Vestmannaeyjum ætlar að borga 2 milljarða í arð. Akkurat. Bara inn í meðan þau að reyna að verjast einhver öðru og taka bara 2000 milljónir deila milli sín. Þau telja það sjálfsagt. Þau telja þetta að vera heilbrigðismerki og svona þetta að vera og helst 3 milljarðar. Þau blind á samfélagið. Þetta náttúrulega það svo greinilega orðið þarna bara eitthvað rof við samfélagið, má segja. En svo líka kannski einskýringin á þessu svo að stórútgerðin hefur hingað til farið sínu fram, haft íslenska stjórnmálamenn og ákveðna stjórnmálaflokka bókstaflega í sinni þjónustu og nú bregður þeim við þegar á að hækka Jóhannustjórnin hækkaði veiðigjöldin á sínum tíma, þegar var gefist upp við það að breyta sjálfu kerfinu, það var reynt í nokkuð mörg ár, tókst ekki, þannig að þá var það lagt til hliðar og ákveðið að hækka veiðigjöldin í staðinn. Það urðu alls konar mótmæli og Íra fár út á því, flotinn átt að sigla í land og það voru fjölda, menn voru starfsmenn útgerðarinnar voru sendir á fullu kaupi niður á Austurvöll til að mótmæla, skiluru. Það fór alveg í sjóklæðunum, sett alveg svakalega áróðurs herferð af stað. Og nú svona upptaktur eins og sé að prófa eitthvað svipaðan upptakt, en þetta bara farið að renna upp fyrir fólki hvað þetta mikill hráskina leikur. Þetta muni held ég ekki takast núna. En það komin stjórnvöld sem ætla greinilega bara að fara sínu fram. Það var fyrsta verk held ég ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs og Bjarna Benediktssonar sem að tók við að lækka veiðigjöldin. Að lækka aftur veiðigjöldin. Það var fyrsta sem aðalmálið þeirra. Mér finnst í sjálfu sér
Ekki kannski margt það að segja að útgerðarmenn séu að eyða einhverjum skreiljörðum í þessar rándiru auglýsingar sem að verða svona hjákvæðlegri eftir því sem að þeim fjölgar. Þeir eru ekki auglýst hérna? Nei, og með svona exit-leikurum og þínleiku, það er kannski ekkert það að segja, sko. Það er bara svona gangur þjóðfélagsins. Það sem ég hef svolítið áhyggjur af eru að eins og Ólína kom inn á þá á útgerðin sér mjög harðdræga talsmenn og nánast starfsmenn á plani inn á þingi. Og ég hef áhyggjur af því að þeir muni þvælast fyrir þessari eðlilegu leiðréttingu og muni svona láta öllum lítlum látum og muni ekki linna látum fyrir en þeim tekist einhvern veginn að svæfa eða koma þessu, þeir muni sérstaklega reyna að sjá til þess að þetta komi ekki til afgreiðslu þingsins. Og mér hefur sýnst, sko, svona, ég hef kannski ekkert verið neitt voðalega duglegur að fylgjast með þinginu, en mér hefur dálítið virst að þeir séu pínlítið að svona byrja á því að æfa sig í málþófi hvaðina. Og mér hefur virst að málþóf það sé að aukast mjög mikið núna, svona frá því sem að fyrri stjórnarandstaða stundaði, og ég hef áhyggjur af þessu að þeim takist að stífla umbótamál á borð við þetta. Þetta er nefnilega taktík sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur sérstaklega tileinkað sér. Það er málþófið. Og Miðflokkurinn, ekki gleyma Miðflokkurinn. Já, Miðflokkurinn sjálfsögðu líka. Þeir eru ennþá að tala þriðja orkupakkann. En ég er ennþá svolítið minnug tíman sem að ég sat á Alþingi í ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Þá var sem sagt aðgangsharka Sjálfstæðisflokksins svo mikil í stjórnarandstöðu og snerist öllum svona leikjafræði og sérstaklega náttúrulega málþófið. Og það gekk náttúrulega svo langt að það hefur aldrei, álit almennings á Alþingi Íslendinga hefur aldrei skorað lægra, heldur en það var nánast búið að eyðileggja orðstýr Alþingis á því tímabili og það var ekki síst vegna þess hvernig taktík var beitt í stjórnarandstöðunni með málþófið þá sérstaklega. Skilið leikonum. Já, og ég meina vissulega geta þeir tekið þingið í gíslingu ef að þeir ná skriði í verulegu málþófi. En þetta eru náttúrulega anstíkilegar leikaðferðir og málþóf á náttúrulega ekki að líðast. Nei. Breki, hvað segir þú náttúrulega eins og aðrir Íslendingar, þú fylgist með þessu, sér þetta? Jú, og auðvitað finnst manni eðlilegt að það sé greitt afgjald af notkun á auðlindum og eftir því sem nú hef ég ekki sett mig inn í þetta mála á dýptina en mér virðist sem að sé verið að leiðrétta afgjaldið eins og færa það í það horf sem það hefði átt að vera frá upphafi. Það er að segja að það sé einhvers konar markaður sem leikendirnir ná ekki að manipulera verðið á. Þannig að ég sé þetta á þann hátt og ekkert óeðlilegt við það að þjóðin fái það afgjald sem þá að hún á að fá og en ég nefndi það nú áðan að mér finnst þetta ríma svolítið við raforkumálin sem Neytendasamtökin hafa verið að beita sér fyrir þar sem við Neytendasamtökin vilja fá skjól fyrir heimilin að heimilin séu vernduð fyrir óeðlilegum verðhækkunum á raforku. Þar er markaður það sem þegar þú ferð út í búð þá getur þú valið fisk, kjúkling eða kjöt eða grænmeti. Það er ekkert annað sem kemur í staðinn fyrir rafmagn og sama hver selur og þess vegna lítur það ekki sömu markaðslögmálum og kók út í búð. Þess vegna hefðu við kannski átt að hlýða Miðflokknum og ekki taka upp þessa orkupakka frá Evrópu sem hefur verið að innleiða hér einhverja heimskulega gerfi markaðsstefnu sem hefur bara leitt til hækkun á raforku. Þannig að stundum geta þeir sem eru með málþófi kannski átt rétt fyrir sér. Ég er ekki alveg sammála því Ég held nefnilega að í þriðja orkupakka er gífurleg neytendavernd en henni hefur bara ekki verið beitt. Í þriðju málsgrein, þriðju greinar, þriðja orkupakkans
Það voru ekki ágætlega sett bara með raforkuframleiðslu í höndunum á ríki og sveitarfélögum. En nú er raforkuframleiðsla að breytast og það eru fleiri aðilar koma inn á þennan markað og það er bara fínt að bændum sé lyfta að stífla bæjarlækin og selja svo orkun inn og það þarf að búa til einhvers konar umgjörð það. Ég skil það algjörlega. En hættan við orkupakkan hins vegar náttúrulega súbreki að þegar við verðum komin í samband við markaðin í Evrópu þá höfum við enga stjórn á orkuverðinu lengur, þá erum við orðin ofurselt markaðsverðinu, það mun þýða 67% hækkun raforkuverðs á Íslandi og þetta hefur aldrei tekist að fá inn í umræðuna. Orkupakka umræðan, hún varð einmitt svona vók umræða. Ef þú efaðist ágæti orkupakkans að þá varstu náttúrulega bara ekki að skilja framfærir, þá varstu bara að standa í vegi fyrir eðlilegri þróun og það máttu bara ekki ræða þetta. En sannleik og mönnum voru valin alls konar uppnefni og viðurnefni af því tilefni bæði flokkum og fólki. En sannleikurinn sá, það eru hættur þarna vegna þess að ef við tengjumst markaðnum, Evrópumarkaðnum, þá bara á raforkuverð á Íslandi rokið upp 67%. Og líka hættur sem eru komna fram hættur hækkun á orkuverði til heimilana. Ef við má klára hugsunarstrauminn sem ég var með áðan í 3. málsgrein, 3. greinar 3. orkupakkans skilyrði, eru ríkin ekki bara heimild, heldur eru þau skyldug til þess að afhenda heimilum og litlum fyrirtækjum sem Evrópusambandið skilgreinir sem 50 starfsmenn og undir og sem man ekki einhver ákveðin velta. Þau eru skyldug til þess að afhenda á sanngjörnu verði. Það er sagt sanngjarnt verð og ákveðnum gæðum og ákveðnu öryggi og svo framvegis. Í 36. grein sömu laga segir líka að það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að ríkin grípi til sérstakra ráðstafana til þess að vernda heimilin. En það var aldrei verið bent á þetta og þessi ákvæði 3. orkupakkans, það var bara aldrei komið til tals einhverju hluta vegna. Já, og hvernig stendur á því? Það er mér mikil spurn og við erum að sjá það að orkuverð á Íslandi, kílóvattstund til heimila á Íslandi núna í kringum 10 til 13 krónur. En í Noregi er það kringum 20 krónur. Nú leggur Jónas Gahr Støre fram hugmynd að frá og með október geti heimilin í Noregi keypt fasta raforku á 5 krónur kílóvattstundina tryggt sér orku í 5 ár og það er ekkert sem kemur í veg fyrir að það sé gert og þetta er bara nákvæmlega sama og við höfum verið að benda á hjá Neytendasamtökunum að það er eins og menn hafi ekki lesið grundigt það sem menn hafi verið að samþykkja og þetta næri einhvern veginn ekki inn í umræðuna og það sem við viljum og finnst að því íslensk heimili nota bara 5% eða 4,7% af þeirri raforku sem eru framleidd hér á Íslandi að þetta væri einhvers konar afgjald að við erum með þetta var einhvers konar afgjald fyrir notkun á auðlindunum eða rask eða hvernig sem á það er litið á náttúrunni sem er veitt á þennan heimilismarkað á mjög takmarkari arðsemi og við erum með svona arðsemisþak á heitu vatni, á köldu vatni og að meira sá flutningi rafmagns erum við með arðsemisþak og rafmagn á heima þarna nákvæmlega því að rafmagn er ekki eins og kók eða það sem getur skipt út í Pepsi eða Egils appelsín eða hvaða nú sem getur gert út í búð. Rafmagn er eitthvað sem knýr, eru svona grundvallar atriði eins og heitt vatn, kalt vatn og Þess vegna segi ég nú bara eins og Smári hér. Af hverju átti þetta ekki að vera bara áfram í höndum hins opinbera? Ríkis og sveitarfélag. Þetta eru sameiginlegs sameiginleg innviða notkun sem allir þurfa á að halda og á í raun og veru að vera bara í eigu og höndum samfélagsins. Hverjum þetta góðs að markaðsvæða? Svo er búið til saga bóndan og bæjarlækin. Þetta er ekkert bóndan og bæjarlækin. Þetta er engingana, þetta einhverju þýsk fyrirtæki sem með að ágera hér einhverja vindgarna. Þetta eru stórfyrirtæki erlendis sem að bíða bara eftir því að komast inn á íslenska raforkumarkað. Hvaða væmni er þetta eiginlega? Nei, það náttúrulega áróðustripsir. Það er náttúrulega áróðustripsir. Okkur einhvern veginn með það eins og þessi bóndin og bæjarlækur. Þetta er bara árásinn í innvið landsins eins og vegakerfið og skólakerfið og heilbrigðiskerfið frá fjársterkum aðilum. Þannig
er náttúrulega bara ósammála sko. Og ég held að ef við beitum lögunum eins og þau eru sett fram, þá væri þetta ekkert mál og þetta þarf ekkert að vera neitt mál. En af hverju þeim ekki beitt eins og í þessa vegar? Það er hins vegar væntanlega mun þessi ríkisstjórn gera það, vegna þess að það er komin ný ríkisstjórn núna sem að við skulum vona það, en við sjáum bara það er með þetta alveg eins og fiskveiðistjórnarkerfið að við erum með fyrstu grein fiskveiðistjórnarlaga sem eiga að tryggja þjóðareign á auðlindum. En það hefur bara aldrei verið virt og eins þetta ákvæði sem þú ert að vitna til það hefur ekki verið virt og það er ekki í reynd. Þannig að það er hættan. Og þetta er inn í þriðja orkupakkanum, þannig að sko það benda á að þriðja orkupakkin sé upphaf á endir alls íls bara fyrst mér svolítið kjánalegt. Þriðja orkupakkin reyndar opnaði algjörlega fyrir þetta. Þriðja orkupakkin gengur líka út á það að vernda neytendur og hann opnaði líka fyrir þess að vernda neytendur. Orkustefna Evrópusambandsins leiddi til gríðarlegra hækkunar og orku út alla Evrópu í kjölfari Úkraínustríðsins og sýndi fram á það að þessi hugmynd á baku þessa stefnu er afleidd. Af hverju eru við að taka hann upp? Það var ekkert vandamál hér. Það var ekkert vandamál. En það er náttúrulega það sem gerðist líka, það sem gleymist líka er að Evrópusambandið stíga inn og veitti vernd. Það kom með endurgreiðslur til heimila fór að niðurgreiða okkur algjörlega. Settur ekki þak á rafmagnsverðið. Það er bara það sem við erum að benda á að það er að gera og það er heimilt samkvæmt henni og núna eru normenn að lofa því allavega. Þetta verður kosningamál núna í haust. Það má náttúrulega segja úr því sem komið er, við bökkum ekki, við snúum ekki hjólinu við, úr því sem komið er, orkupakkarnir er orðnir staðreind og þá náttúrulega veldur hver á heldur að halda utan hagsmuni almennings gagnvart þessu og ég ætla þá bara að heita á neytendasamtökin að þau standi sig í þessum málflutningi. Og bara haldi því áfram vegna að það er alveg augljóst að stjórnvöldum er ekki treystandi. Þú getur ríkisstjórnir koma og fara og það er auðvitað óþolandi að svona miðlægir innviða hlutir skuli vera ofurseldir pólitískum sviftivindum frá einum tíma til annars og sitjandi ríkisstjórn frá einum tíma til annars. Það er óþolandi. Aðalfundur neytendasamtökuna í fyrra ályktaði þetta. Aðalfundur neytendasamtökuna sem nýloki núna í apríl ályktaði líka raforkuverð. Þannig að við erum að mætum í fjölmiðli eins og og sprengjum upp allar umræður. Við höfum ekki verið eins og gamla fólkið á elliheimilunum sem skammar fólki sem kemur í heimsókn. Það er eiginlega brekir eini maður sem haldið þessum sjónarmiðum á lofti. Það er bara þannig. Áframgang. Það ber að taka undir það með ef þetta er inn í þriðja orkupakkanum þá er þetta óhæft. En sko aðalatriðum máls held ég að sé þetta sem að Breki bendir á að ef að það tekst að tryggja heimilunum í landinu aðgang að rafmagni fyrir sanngjarnt verð eins og segir í þriðja orkupakkanum þá er í sjálfu sér ekki endilega áhyggjuefni almennings að einhver orka sé seld einhverjum svo fremur sem svo orka sé ekki nýtt til ítra hluta. Þetta er bara saman með fiskinn að svo lengi sem þjóðin fær afgjald fyrir notkun eða fyrir öflun sjávarfangs þá sanngjarnt afgjald þá skiptir svo mikið við ætlumst ekki til þess að það sé einhver ríkis útgerð lengur sem að veiði allan fiskinn og við segjum heldur ekki sko að það megi ekki vera að selja útlendingum fiskinn okkar. Það er verið að selja þorskinn okkar hér á uppsprengdu verði og við getum ekki verið að hneykslast á því. Við bara fögnum því leið bara svo lengi sem þjóðin fær sanngjarnt afgjald af exinu. Það er nú fleiri skafankar auðvitað á fiskveiðistjórnarkerfinu því að sko það er náttúrulega engin nýliðun sem heitið getur í íslenskum sjávarútvegi og ekkert raunverulegt atvinnufrelsi heldur. Þannig að kannski hefði nú verið bara ágætt að hafa bæjarútgerðirnar áfram svona upp að einhverju marki. Þessu sem þessi tveir eru að segja. Það skiptir engu máli hver rekur þetta. Ég meina þetta skiptir máli. Það væri bara reglur hvað verði þetta verið til heimila
heimilana, þá getum við bara selt Landsvirkjun auðvaldinu og það skiptir engu máli þótt að séu bara 2-3 risastór fyrirtæki sem að drottna yfir sjávarútvegi, það skiptir engu máli við fáum bara afgjald af þessu. Þetta er bara stefna sem hefur leitt okkar heimsluta í stórkostlegan vanda, leitt til þess að ólígarkar, auðvasta fólk í heimi hefur yfirtekið stjórnmálin og ríkisvaldið meira og minna rekið í þeirra þáu. Þetta er bara stórhættuleg stefna sem ég vara við þessum tveir menn að handa fram í einhverju nafni einhvern bónda og bæjarlag. En telur þá að öll framleiðsla og öll atvinnustarfsemi eigi að vera á hendi hins opinbera? Líka bóndinum bæjarlagur? Nei, hver segir það? Nei, ég er að spyrja, hvað setur mörkin? Hvað er það sem á að vera í opinbera? Þú vilt selja Landsvirkjun og segir þá við Nei, þú leggur mér orðin. Ríkir ekki Kjötborg, spyr þú, hvað rugl er þetta? En erum við ekki sammála það það er enginn að leggja til að sölu Landsvirkjun nema þú. Ég meina við hljótum að vera bara sammála það. Það eru ákveðnir þættir í rekstri samfélags sem eru miðlægir og innviðatengdir sem skiptir mála vel með farið. Það eru ákveðin svona fjöregg sem við eigum ekki að vera að kasta á milli yfir til markaðsaflana í trausti þess að þau brotningi á leiðinni. Þau geta nefnilega brotna. Og hafa brotnað og við ættum að læra af reynslunni í staðinn fyrir að vera að tala um að henda fjöreggin í orkunni. Það spurning alltaf fyrir byrja ekki að taka það bara bankana, er það ekki bara eðlilegt að það sé grunn innviðakerfi og veitukerfi í samfélaginu? Eigum við að henda vegakerfin í hendunar á hinnum ríku, eigum við að henda þessu öll í hendunar á ríku, við eigum að ræða þetta. Já. Ég sammála því. Og fara að andmæla þessum góðsögum sem hafa verið staði fyrir eyðingu byggða, eins og við komum fram í sambandi við kvótakerfið, við staði fyrir stórkostlegum samfélagsbreytingum gríðalegri valda mismunun, við ætlum að tala um það, ekki bara um mismunun auðs, heldur mismunandi valda, þar sem við höfum að ræða fullir alvöru, að meiri hluti þingmanna gengur bara erinda sjávarútvegsins. Og það er auðvitað það sem við höfum... Ekki núverandi ríkisstjórn. Nei, en þeir hafa sín ítöku í öllum stjórnmálaflokkum, útgerður auðvaldið. Þetta er litla breytingar sem hefur verið að geta. Eins og einhver sagði, klisjan sem að mér finnst nú aldrei oft farið með, að markaðurinn er þarfur þjónn, en hann er afleitur herra. Og við megum ekki gleyma okkur alltaf í þessari markaðshyggju að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt og eitthvað lögmál að allt eigi að renna til markaðarins. Það eru bara ákveðin hlutir sem við þurfum að vernda og halda utan sjálf. Ég var að meina að það vera auka strandið mjög mikið upp í 28%. Já, 28 tonn kannski. Já, ekki 28%. Það er sárabót til margra byggðarlaga sem hafa farið illa út úr þessu en eru með aðstöðu til, eru með bryggjur og jafnvel einhverja fiskvislur. Já. Þannig að það... Þetta er líka besti fiskurinn. Það má nú þakka Jóhannu stjórninni að hafa komið strandveiðunum á aftur. Það hafa Jón Bjarnason. Og ég meina... Þetta er besti fiskurinn, það var að hafa það í huga. Þetta er ekki ölmusugjöf eða einhverja sárabætur, þetta er bara besti fiskurinn. Fyrir utan það að þetta snýst líka bara svolítið finnst mér atvinnumenningu, þið vitið. Að það megin bara fleira þrífast í þessu landi heldur stórútgerð og auðvaldsfyrirtæki. Það er bara menningarlíf. Já, menning. Og búskaparhættir. Já, algjörlega. Herðu, jæja. Alþingi kemur saman á morgun eftir langt páskafrí og er að tala um að það geti bara dottið á með málþófi bara strax á morgun. Það held ég. Ég svo sem veit ekki en fullt af málum sem eru mjög mikilvæg að komið þarna fyrir og mér langar að benda á til dæmis þingsályktunartillögu neytendamál sem hefur verið lagð fyrir trekk í trekk og ekki náð fram að ganga. Það er mjög mikilvægt að stjórnvöld leggi og Alþingi leggi áherslu á neytendamál. Það er engin stefna núna, stjórnvöld Alþingi hefur enga stefnu í neytendamálum. Það er engin stjórnmálaflokkur helgaður neytendamálum sérstaklega. Nei, það er engin flokkur neytenda ennþá. Ennþá, vitu. Það getur komið að því? Nei, alls ekki. Ég er ekki að búa það. En innan allra flokka eru samt sem áður þingmenn sem eru velviljaðir neytendamáli, það eru nú alveg ljós En það er mjög mikilvægt finnst mér að Alþingi
nái að samþykkja þessa þingsályktunartillögu sem svona ígildi stefnumótunar Alþingis og sýni svo í verki hvaða stefnu þeir ætla að fylgja og fylgja sér á bakvið í neytendamálum. En eins og við Neytendasamtökin hafa bent á í aðdraganda þessa að stefna án fjármagns náttúrulega bara draumórar og dagdraumar. Þannig að við teljum að það þurfi að fylgja kviði já, fylgja kviði þannig að til þess að ef það er raun og veru ætlun eins og kemur fram í þessari þingsályktunartillögu að styrkja neytendamál þá er það sem vel sem við fögnum þá verður að fylgja fé. Hér er fólk sem hefur unnið í neytendamálum. Ólína var í stjórn Neytendasamtakanna. Já. Stýrði mörgum neytendaþingum. Já. Hér á árum áður. Já, en í gær var svolítið flott mynd í sjónvarpinu. Það sem sátu Trump og Zelensky þarna á miðju gólfinu og eitthvað sem kom í stólahandaði með byrja að tala saman. Já. Ég veit ekki hvort þetta var uppsett svona eða hvort þetta var bara tilviljun, ég veit ekki. Það ætla ég rétt að vona að þetta verði íkónísk mynd í framtíðinni. Já, svo var það. Þetta verði svona ég veit ekki hver ég hef verið ég bara sá myndin af dyrunum af höfða sko. Ég sá þetta ekki. Sátu þeir á gólfinu í orðsins Nei, það komið svona stóla til það. Já. Í stórum sal eins og eru margir í Vatikaninu og svona þetta er mjög intím svona intímt það sé báður hvora öðrum Guð láti gott að vita, segi ég nú bara. Já, þetta var mjög svona frétt mynd, þetta er svona mikil frétt í þessari mynd. Og hver var hún? Hver var fréttin? Nei, bara fréttin er svo, ég er að segja, uppsetti. Svo en þeir voru eflaust að tala Þeir vonast til þess að koma ykkur í góðir atburðir og eftir sem að setja merkingu í þessa mynd. Já, við erum að reyna að lesa merkingu í myndina þannig að hafi verið að ræða lausn á Úkraínudeilunni. Og helvítið Pútín. En er það eitthvað líklegt að það kom út úr þessu? Ég held að það hafi runnið upp ljós fyrir Donald Trump þarna. Já, voru það Rússar sem réðust inn í Úkraínu? Nú er þetta þannig. Já, okkur sagði það ekki fyrr. Já, okkur sagði mér þetta ekki. Og haldið að Bandaríkjaher muni þá fara inn í Úkraínu og verja Úkraínu? Ég held ekki sko. Ég held að staðan á vígvellinum er verið nákvæmlega sama þótt að þessi mynd hafi birst sko. Að Rússar eru hægt og bítandi að ná yfirhöndinni á vígvellinum. Úkraína er að blæða út eins og bentum við verið á árum saman. Þetta gæti ekki enda með öðrum hætti. Og því miður að þá verður er algjör hryllingur þar. Það eru heilu kynslóðirnar horfnar. Stór hluti þjóðarinnar, eða stór hluti af sko yngsta fólkinu flúið land. Þetta eru þjóð sem að mun Ég bara erfitt að sjá hvernig muni jafna sig að þessu. Þetta er algjör harmleikur. Og þannig er enginn ef ykkur að gæla við eitthvað sigur, eitthvað Vesturlanda eða það er ekkert slikt í blóði. En hins vegar er náttúrulega mjög mikilvægt að takist með einum hætti að öðrum að koma á friði í Úkraínu, að vera að stoppa þetta stríð. Vissulega kann það að kosta það að Úkraínumenn verða að láta eftir ykkur landsvæði. Það sáu menn strax. En en aðalatriðið er að stöðva þetta stríð. Já, ég meina ef þetta er kannski nýtt upp af eitthvað, þannig að ég veit að þetta var bara svona fréttnæm, flott mynd af þessum tveimur mönnum síðan til þarna. En svo er náttúrulega hinn hryllingurinn og það er hryllingurinn á Gaza sem er náttúrulega farin að það er orðið þannig maður fann að veigra sér við að fylgjast með fréttum það vegna að þetta er yfirgengilegt sem að Trump og blindan og blindan þeim megin einmitt. Já, hann magnaði upp eiginlega þær hörmungar með sínum framlagi eftir að hann var forseti með eins og við munum þegar hann byrsti þessar myndir þarna og stakk upp að því að bara allir palestínumenn eru bara fluttir burt. Þannig að hann hefur eiginlega orðið til þess að framlengja þessi tvö stríð sem að hann talaði að hann myndi binda enda á fyrsta degi, bæði í Úkraínu og á Gaza. Einhver svona skilningsskortur algjör á bara því sem þarna fer fram. Það er eins og sé bara algjör blinda hjá Bandaríkjamönnum. Það hefur nú verið lengi. Þeir hafa vaðið inn í Afganistan í einhverju fullkomnu blindu og einhverju ofmati á eigið afl inn í Írak, eyðilagt Líbíu. Þetta er bara Víetnam, þetta er bara
algjör blinda. Í Víetnam að þá kom okkur tímabil þar sem að þeir virtust alltaf að læra. En það hefur ekki orðið eftir sko Íraksstríðið. Þeir virtust ekki alltaf að læra neitt. Nei. Og það er einkennilegt að skuli ekki, sko, alþjóðasamfélagi skuli vera svona gjörsamlega lamað gagnvart því sem að gerast núna í Palestínu. Það er alveg ótrúlegt. Það skuli ekki vera hægt að stöðva þetta. En fyrst að við erum komin þangað, þá er það umræðan Ísrael og verið þeirra í Evrópu, eins og Eurovision og Þeir eru náttúrulega ekki í Evrópu. En það dregur svo fram eðli Ísrael sem er náttúrulega, þetta er nýlendu ríki, þetta eru Evrópumenn. Þetta eru Evrópubúar sem að í rauninni hertaka þarna land í nafni gamalla bóka og gamalla trúarbragða. En þetta er í rauninni bara sambarilegt við Suður-Afríku eða eins og Ástralir eru í Eurovision. Já, eru þeir í Eurovision? Þetta er bara svipað við hefðum sko Suður-Afríku á apartheid í Evrópu. Það er okkar menn. Það er náttúrulega svo sem líka ljótsaga í Ástralíu, saga hvernig komum var fram við þjóðurnar sem fyrir voru þar og eins og við gömum sá og ný, en þetta náttúrulega fer einhvern veginn út yfir allan þjóðabálk og við erum að fylgjast með þessu núna þessa dagana og það er algjörlega óbærileg tilhugsun finnst mér að vera bara deila sviði með þjóð sem að stundar svona lagað. Ég er algjörlega sammála. Sem að fara skemmt og þetta á að vera skemmtun, þetta á að vera gaman, þetta er ekkert gaman. Þetta er óbærilegt. Finnst þetta engum gaman. Og ég bara skil ekki af hverju við erum að standa í þessu. Af hverju er ekki bara búin til eitthvað svona þáttur hérna heima þar sem að fólk getur verið með eitthvað hopp og hí og haft gaman fyrir peningin. Ég sagði konun, af hverju ekki bara landshlutakeppni í sönglögum? Já. Í afturliti sögunar þá hafur verið gagnrýnt þáttaka margra í Ólympíuleikunum 1936. Þetta er núna eins og að sko hefði komið sko keppnisveit út úr Auschwitz inn í Eurovision. Þú veist, það 1936 það sá ekki allir fyrir sko yfirvofandi þjóðamorð og þann hrylling sem að var að verða til í Þriðja ríkinu. En menn segja að við hefðum átt að fatta það. Núna erum við með, þú veist, bara eins og þetta verður svo liðið kæmi bara út úr Auschwitz. Blóðugt af þjóðamorðinu og mætti og ætlaði að fara að dilla sér upp á sviði. Þetta er alveg yfirgengilegt. Ég er bara alveg sammála því. En þetta var fínt fyrir nokkrum vikum með handboltalandslið kvenna þegar unnu Ísrael. Það takluðu þetta vel. Það voru raddir það er ekkert að mæta í leikinn og það er mætt og svo við komum í veg fyrir Ísrael held áfram í keppninni og sögðu svo sína skoðun á ástandinu. Það var fínt sko. En var ég búin að nefna ykkur með Höllu Hrund og samtök fyrirtæki sjávarútvegi, LÍÚ, Halla Hrund Logadóttir. Rættum aðeins áðan líka. Já, ekki alveg sammála Sigurði Inga. Nei, nákvæmlega. Að hann kom í Kastljósið fræga, sem að Hanna Katrín Braskelstan og svo skrifar hún núna grein gegn því sem að formaðurinn hefur haldið fram. Já, mjög áhugavert. Lastu grein hennar? Nei, þið voruð að segja mér þetta núna. Mér finnst þetta bara mjög áhugavert vegna þess að þar eru þá komnar tungur tvær inn í Framsóknarflokkin. Framsóknarflokkurinn hefur nú lengst af verið mjög fylgidamur stórútgerðinni þegar kemur að þeim málaflokki. Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá er Halla Hrund þarna fyrir hvað hóp talar hún innan flokksins? Er hún að tala fyrir hinna nýju kynslóð inn í Framsóknarflokknum? Er nýju kynslóð í Framsóknarflokknum? Ég veit ekki, mér finnst þetta nú kannski benda til þess. Hún er nú ekki komin að fótum fram, ung kona. En ég segi svona vegna þess að... Er hún í Framsóknarflokknum? Er hún ekki bara svona frambjóðandi sem að svo vildi til að svona setti sig á Framsóknarflokkinn? Mér finnst svo mikið af þessu nýju pólitíkur sem verður aldrei þannig á ég að fara fram fyrir Framsóknarflokkinn eða á ég að fara fram fyrir Miðflokkinn? Kristófer Frostadóttir. Nei, kannski það er nú alltaf þannig sko að flokkarnir koma auga á efnilegt fólk og laða það til sín. En auðvitað, ég ætla henni Höllu Hrund það að hún
eigi málefnulega samleið með þeim flokki sem hún býður sig fram fyrir. Og mér finnst þetta góðar fréttir ef að nú, ég hlakka til að lesa þessa grein. Mér finnst þetta benda til þess að sé þá nýr tónn og ný krafa að koma upp rödd hinnar heilbrigðu skynsemi í atvinnumálum Íslendinga. Ég bara vona það. Já, þetta getur endurnýjun Framsóknarflokksins. Ég hef stundum sagt sögu Framsóknarflokksins svona að Framsóknarflokkurinn spratt upp af alþýðuhreyfingu, samvinnuhreyfingunni. Varð síðan flokkur kommissarana í SÍS sem að vildu beygja samvinnuhreyfingin undir sig. En endaði síðan að verða flokkur þeirra sem stálu eignum SÍS, Óla og þeirra félaga. Þannig að kannski einhver inn í Framsóknarflokkur sem segir að þetta kannski gengur ekki alveg sem stjórnmálaflokkur. Við getum ekki verið stjórnmálaflokkur bara fyrir 7, kaupfélagsstjórann í Skagafirði og stórútgerðarmenn og Höfn í Hornafirði. Við verðum að finna einhverja rætur og alþýðu og það vonandi því að það margt fallegt í fyrri hluta sögu Framsóknarflokksins. Þótt að þessi síðari hluti það sem að þeir eiginlega fara að þjóna þeim sem að náðu undir sig eignum samvinnuhreyfingina. Samvinnuhreyfingin, samvinnuhugsjónin góðra gjalda verð sem hugmyndafræði, fullkom. Náttúrulega mínar rættir eru allar Framsóknarættir, þannig hjarta þeir alltaf af stað þegar farið að tala gamla Framsóknarflokkin, Á góðu degi getum við kallað þetta svona verklegur sósíalismi, að stofna kaupfélag. Já, nákvæmlega. Samtakamáttur. En þess vegna þetta spurning er að verða eitthvað svona tveggja turna talinn í Framsóknarflokknum núna, er að verða einhver svona... Ekki turna. Já, ég meina, varst þú ekki að segja það að einhver hefði strax komið og bent á hana sem nýtt formannsefni? Hanna Höllu bara út af þessari grein. Marinó G. Njálsson, hann segir það. Já, ég segi það gæti vel verið. Hann er ekki framsóknarmaður, eða? Nei, hann er svona áhugamaður stjórnmál og fylgist vel með. Nei, þetta hluti af því sem er að gerast. Að það er ég var nú að stríða með Kristur Rúnu Frostadóttur sem að fóru að leita rótum jafnamennskunnar og ég VG er að leita sínu rótum og nú er Framsókn að fara að leita sínu rótum því að við verðum náttúrulega að fara að reyta einhverju rótum, einhverjar hugmyndastefnu til þess að komast út úr þessu sem vorum að ræða hérna áðan. Já, vegna þess að innihaldsleysi íslenskra stjórnmála hefur verið alveg átakanlegt síðustu 2-3 áratugina. Það íslensk stjórnmál bara lengi vel hafi ekki snúist nokkuð skapaðan hlut, nema líðskrum liggum við að segja og svona yfirborðslega umræðu. En í kringum svo ákveðna málaflokka eins og sjávarútvegsmálin og atvinnumálin okkar og núna væntanlega raforkumálin, þá þegar fer að taka á almenningu fyrir að finna hvernig hagsmuna átökin snertir almenning sjálfan, þá spá ég því að það geti kannski farið að verða svona meiri þungi í umræðunni að menn svona, setja sig inn í einhverja farvegi sem skipta máli, og ég vona að flokkarnir geri það, en ég meina yfirborðsmennskan í stjórnmálaumræðunni síðustu áratugina hefur verið alveg bara áhyggjuefni og maður hefur bara verið að velta fyrir sér hvenær þetta myndi breytast og hvort. Hvað meinar þau með yfirborðsmennsku? Ég bara... Svo ég fer ekki að ímynda mér bara það sem að mér finnst verið yfirborðsmennsku. Ég bara líktu tilbaka. Bara hvað hafa íslensk stjórnmál snúist? Meinar þau bara skiltin fyrir kosningar, það sem að mynda Bjarna Ben og traust eða eitthvað, stöðuleiki og... Bara kletturinn í hafinu og er ekki bara best að kjósa Framsókn? Stjórnmál snúast held ég, byrðar og gæði að stjórnmálamenn í valda aðstöðu þeir útdeila gæðum og byrðum þeir og skattarnir það eru byrðarnar og gæðin eru þá bara alls konar fríðindi og alls konar aðgangur að auðlindum, aðgangur að hinu og þessu og setja leikreglurnar setja þessar leikreglur og þetta snúast stjórnmál alltaf, held ég. Og auðvitað eru þau yfirborðslega vegna þess að þetta gengur náttúrulega út á að ganga í augun á fólki, ganga í augun á kjósendum, koma vel fyrir, láta fólk hrífast af sér og maður gerir það náttúrulega með því að vera hrífandi og margir eru hrífandi með yfirborðslegum brosum og yfirborðslegum orðafari og svona bara yfirborðsmennsku. Það fylgir óhjákvæmilega þegar við kjósum þessa kjörnu fulltrúa sem eru nokkuð skonar tákmyndir þá fyrir hugsjónir okkar og
og annars slíkt. Mér hefur fyndist sko... Þannig að þetta er aldrei svona innbyggt, yfirborðsmennskan kannski pínlítið innbyggt. Kannski svolítið innbyggt, en ég meina þetta snýst yfirleitt bara mest leikjafræði og auglýsingamennsku. Já, nú ég er svo... Og hverjar tökum bara eitt dæmi, ekki það með sér neitt í nöp við til dæmis VG. Þetta flokkur sem kennir sig við kallar sig vinstri græn. Kennir sig við hugtaki grænt, umhverfismál. Hver er arfleifð flokksins í umhverfismálum? Nei, þetta er ein spurning. Eins geti nefnt Samfylkinguna, sem var nú minn gamli flokkur, sem lagði alveg gríðarlega áherslu á Evrópumálin. Hver er arfleifð Samfylkingarinn í Evrópumálum? Hún féll frá stoppaði aðildarviðræður sem hún hafði sjálf komið af stað inngöngu í Evrópusambandið. Ég meina, þú veist, það er þetta sem ég á við. En ég skil yfirborðsmennsku núna, ef þetta pólitík snúist gæði og byrðar, þá er það náttúrulega þannig að undanfarið svona 20, jafnvel 30 ár hefur eiginlega ekkert verið rætt um byrðar. Það hefur ekki mátt ræða skattlagningu og þegar að flokkar hafa verið að gera það líklega eða deila byrðum að tala inn í sinn hóp og sagt við erum nú með ráðagerður að leggja á auðlegðarskatt en mjög hóflegan og það er alltaf tillögur skattheimtu verið lagða fram eins og það sé raunverulega ekki neitt og oft verið alltaf að tala til dæmis veiðigjaldið og auðlindagjaldið sem er núna sem að vegna þess að það er svona vinsælt af meðal þjóðarinnar og þjóðin alveg sammála því. En það er eiginlega enginn sem að þorir að fara fram og segja við verðum bara að skrúa ofan af skattaeyðileggingu nýfrjálshyggjuáranna. Auðvitað verðum við að hafa eignaskatta við getum ekki látið bara samfélagi leiða til þess að verði bæði aukin auðsöfnun örfára en líka skekkja í kynslóðunum sem að þessi afnám eignarskattsins veldur. Þannig að fólk kannski þegar börnin er farin að heiman milli 60 og 70 er skuldlítið og býr í góðum eignum á meðan að barnafólkið okkar kemur út stór skuld út úr skólunum af því að námslánakerfið er hrunið, kemur inn á allt og dýran fasteignamarkað og það er að yfirskuldsetja sig á meðan þau eru að ala upp börnin og meðan þau eru á jaðri vinnumarkaðarins. Þetta leiðir bara til svona rofs á milli kynslóð og eitthvað fleira sem við verðum að snúa ofan af. Erum við að ræða þetta í pólitíkinni? Nei, af því að við vitum það að Moggin og félagar eru svo klókir í því að leiðu segir að við erum að leggja eignaskatta á þá sem eiga svona meira en 250 milljónir í einni eign, að þá bara er ráðið á það að fara að tala um bóndan og bæjarlækin og ekkjuskattin og allt þetta og það bara að fólk gefst upp þessu og líka stjórnmálaflokki sem að hefur átt að segja þessu. Það er til bændur og það er til bæjarlæki og það er hægt að virka bæjarlæki. Þeir voru búnir að þeir fyrir löngu síðan og þurfti ekki á því að halda. En það stjórnmálafólki veit að líka ef ég stíg fram og tala til dæmis fyrir eignarskattum að skrúa ofan af þessum eyðileggingu nýfrjálshyggjuáranna að þá fæ ég yfir með alla staksteina bæjarins. Þá er það bara linnur, ég held að í viðskiptablaðinu séu 7 nafnlausir dálkar til þess að grafa undan því fólki sem er að leggja til eitthvað réttlæti í samfélaginu og fólk áttar sig að því ef það ætlar að vera í pólitík og vera langlífi í pólitíkinu þá borgar sig bara tala við ætlum að leggja á svona hóflega skatta. Því miður er þetta bara staðan og þetta finnst mér yfirborðsmennskar. Já, ég er alveg sammálaður og líka eins og bara það sé feimnismál að það þurfi að reka samfélag, að við þurfum peninga til að reka samfélag og við erum við sem erum þáttakendur í þessu samfélagi, við verðum náttúrulega einhvern veginn að leggja því til og það á ekki síst við öflugustu atvinnuvegina og þá þjóðfélagshópa sem að þess vegna er ég nú eiginlega ekki ég veit ekki hvort ég má segja, ég er ekki hlynnt tekjusköttum, ég vil bara eignarskatta. Þannig kemstu fram hjá öllu þessu skattsvika vesenni vegna þess að hvað gerir fólk við peningana sem það aflar, hvað kaupir eignir? Og ég held að þú myndir ná miklu betur utanum raunverulegar tekjur fólks með því bara hreinlega að setja neyslu og eignarskatta. Þetta er að eyðileggja húsnæðiskerfið okkar að þeir sem eiga eignir er að kaupa allar nýjar eignir sem koma og eiga fleiri og það er hellinga fólk getur ekki bara stóru fyrirtækin sem eiga þetta og stóru fjármagnseigendurnir heldur svona velstætt fólk sem á 3 og 4 eignir sem er að taka eignir sem við þurfum að halda sem heimili fyrir fólk og svo fer þetta út á markaðin aftur okkur okurleigu og þetta er bara stórkostlegt vandamál sem að má rekja til breytinga á skattalögum 2004. Já, en þetta er rétt, en ég gleymdi einni setningu
sem ég var búinn að taka til hérna varðandi LIU eða SFS. Ég las svolítið frá þeim og þeir segja einu stað. Varla, byrjuði að vera og mér var sopa. Þetta er svona rosalegt. Nei, ég voru svo þau í minninum. Varla verður það raunin að ráðherra brjóti lög og baki íslenska ríkinu bótaskyldu af ásetningi. Þarna er sem sagt bara LIU, bara hóta. Já. Að það verða þá bara málaferli út úr þessu ef að þeir haldi ekki sínu. Já. Ég get ekki lesið neitt annað út úr þessu. Það var alltaf verið það raunin að ráðherra brjóti lög og baki íslenska ríkinu bótaskyldu af ásetningi. Þetta er kunnulegt stef, sko. Það byrjaði að gráta og svo ferði að hóta. Þetta hefur alltaf gerst. En ég þetta verið bara ágætt að láta reyna þetta fyrir dómstólum. Nei, ég held ekki. Þeir unnu náttúrulega makrílinn, þeir unnu makrílmálið og fengu þarna marga milljarða í sárabætur. Við heldum að við ættum makrílinn að Hæstiréttur var á því að útgerðarmenn hefðu gotið honum einhvern veginn, vættan. Já, það snerist það að þetta var ný fiskitegund inn í lögsögu landsins. Hvort að hún heyrði undir fiskveiðistjórnunarkerfið eins og aðrar fisktegundir. Það var svona prinsipspurning. En, já. Og þessi rök sem hefur verið að vísa hana til að þessi langvarandi útdeiling á kvótunum hafi skapað eignarétt. Að það eru lögfræðingar sem hafa verið að undirbyggja þetta fyrir stórútgerðina og inn í Hæstarétti eru líka dómarar sem ég held ég hafi tekið undir þetta. Og því lengur sem þeim tekst að tefja það að það verði gerðar breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu, því meiri hefðarétt skapa þeir sér og það er náttúrulega líka hluti af leikjafræðinni, sko. Já, og þá komum við aftur inn í þessa pólitík dagsins og þessar áhyggjur sem ég var að viðra hérna áðan í byrjun og ég ítreka núna að það er alltaf auðvelt að þvælast fyrir málum inn á þingi. Það verður að laga þingsköpin. Þetta gengur ekki að hafa þetta svona að lítill hópur, til dæmis eins og Miðflokkurinn sínum tíma, við skulum ekki fara aftur í þriðja orkupakkann, en að lítill hópur geti tekið þingstörfin svona í gíslingu alveg mánuðum saman. Og það er andstætt öllum anda lýðræðisins og bara andstætt þingræðinu. Og þetta er tiltölulega auðvelt núna að menn geta alveg út í það óendanlega liggur við haldið upp í einhvers konar gerfi samræðum með svona ansvörum og ansvörum í kopnana og þetta verður þetta sýnir svo mikið virðingarleysi fyrir Alþingi og fyrir þingræðinu og fyrir þessum ræðustól sem að er mikilvægast í ræðustól landsins og þú átt ekki að fara í þennan ræðustólnum og hafur erindi og hafur eitthvað að segja sem að skiptir einhverju máli. Og eins og þetta verður bara samfellt blaður. Og svo fara menn að verja málþófið með málfrelsinu. Þetta sé svo heilagt að það megi ekki hefta málfrelsi þingmanna sem er náttúrulega líka bara, þetta er náttúrulega bara fyrirsláttur. Ég tek bara algjörlega undir það verður að skerpa á þingsköpunum. Ég held þetta líðist hvergi nema á Íslandi. Ég veit ekki þessum mæli. Ekki þessum mæli og ekki þessum búningi. Líka spurningin hafið þið tvö sem er að setja þingi, hafið þið tekið þátt í málþófi? Nei, einu sinni gerði það reyndar einu sinni. Ég var rekin í það og en það var í fyrsta og síðasta skipt sem ég gerði það, vegna þess að ég skammaðist mín svo. Ég bara skammaðist mér þegar maður var komin upp í ræðustól og farin að ræða algjörlega óskylda hluti bara til að eyða tímanum og sína hvað maður væri flinkur að halda orðinu og ég skammaðist mín og ég tilkynnti bara mínum formanni á þeim tíma að ég myndi ekki gera þetta oftar. Það var einhvern tímann, við gerðum ekki, þegar ég var í þingflokki Samfylkingarinnar, þá gerðum við ekki mikið af þessu. Ekki mikið? Nei, við vorum, já, það kom fyrir að okkar þingflokksformaður, Oddný Harðardóttir, bað okkur að vera með kannski Pírötum eða öðrum í því að draga á langinn þingstörfin meðan væri verið að semja. Þá voru formin þingflokkana á fundi að semja og það þurfti að halda gangandi einhvern veginn þinginu og það er pínlítið annað en málþóf. Þannig kaus ég að líta á
það þegar ég tók þátt í því að og mér minnistætt að því það var mjög skemmtileg umræða að ræða við Smára McCarthy sem var þingmaður Pírata á þeim tíma, briljant þingmaður. Við ræddum gerð ársreikninga í 3 korter held ég og Þú hefur verið í því? Já, eftir þetta Smári vissi náttúrulega allt það eins og allt og ég gat alveg haldið áfram að rekja úr honum gardinnar gerð ársreikninga alveg. Það vildi svo til að núna bara í gær eða helgina þá var ég eitthvað að skoða Lyndon B. Johnson og svona var að velta fyrir mér akkur komið svona margar bíómyndir og svona endurlit á hans forsetatíð, svo þess að það er eitthvað endurmat í Bandaríkjunum, ég veit ekki akkur ég byrjaði að skoða þetta, en þar kemur mér þegar hann er að reyna að ná í gegn frumvarpi sem John F. Kennedy hafði lagt fram réttarstöðu svartra að þá voru demókratarnir í suðrinu með málþóf sem held ég hafi staðið í 83 daga og það tók hann þessa 83 daga að safna nógu miklu fylgi til að stoppa það. Og ég held að þetta sé regla sem víða, það möguleiki á málþófi. Það líka möguleiki í okkar það að tala þetta ákveð sem eitthvað svona það þóri ekki að nota það, Nei, það er svona kjarnorku eins og það þið algjört kjarnorkusprengja. Ég vil geta nota þetta þegar ég er komin í minnihluta. Já, það einmitt það sem liggur undir. Og það auðvitað visst málþóf líka ákveðin réttur minnihlutans til þess að hafa áhrif á og minnihlutinn á að hafa sín réttindi. En þetta er svo stjórnlaust, þetta er svo stjórnlaust. Já, þetta er stjórn, þú nærð stjórn á þinginu með þessu. Já, þú nærð að tefja framgang, lýðræðislegan framgang umræðunar með málþófi, þannig að þetta var að vinna gegn markmiðum sínum. Og pyrra ráðherrann. Þið gefið ekki þá mikið rök fyrir því að ef við erum að ræða hér raforkulög og þá tel ég alveg nauðsynlegt að þingmenn setji sig inn í málið á margan hátt, þetta er menningarlega tengt og fleira, þess vegna ætla ég að lesa fyrir ykkur sjálfsagt fólk eftir Halldór Laxness sem ég tel vera svona mikilvægt atriði til þess að geta lagt á þetta. Þetta hafa menn gert, komið með eitthvað furðulegt. Já, en það var nú tekið fyrir þetta að það var sett hámark á ræðu lengd, ég held að það sé, ég man ekki hvað er, klukktími eða hvað og en í staðinn þá sem sagt, getur við farið í andsvör við ræðunni og Karl Gauti í orkupakkanum, þá held ég hann að vera að lesa bók sögu dráttarbrauta á Íslandi. Hann bara hélt áfram, þegar ég var síðast þá endaði ég á að segja þetta og næsti kafli heitir þetta, svo las hann algjör ósýfni alveg ömurlegt. En skjótin einu málþófi sem er lengsta ræða í þinginu, þar sem að Jóhanna Sigurðardóttir reyndi að stoppa það skemmdarverk sem að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar. Það er heitulegt, reyndi að stoppa eyðileggingu verkamannabústaðanna. Eins og með orkupakkann þá hefði hún betur hlýtt málþófarunum þar. En hún gerði það með einni ræðu þar stendur hún sjálf og setur sig að veði bara og er í einni ræðu og talar allan tíman málið. Það er munur á því að þegar menn er að koma aftur og aftur í andsvör hver við annan veðrið og falskar tennur og eitthvað fleira sem er málinu algjörlega óviðkomandi. Breki ætlar ekki að koma við neina andsvör í þessu. Ég hef nú að hjáta það ég bæði mikrodósa þegar að kemur að flokkspólitík og heimsfréttum að ég bara sóna svolítið út ég var vakinn það var pikkað í mig það er alveg nóg að fyrir mig finnst mér að vafstrast í neytendamálum það er alveg feiki nógu þar og stjórnmálaflokkarnir og alþingi getur rifist og deilt gæði og byrðar. En ertu ekki í sambandi við neytendaráðherra hverja sinni? Jú, hver er það núna? Það er svo sérkennilegt að hér á Íslandi er neytendamálaráðherra alltaf atvinnuvegaráðherra og það koma alltaf upp reglulega í það minnsta aðstæður
það sem ráðherra neytendamála þarf að vera í andstöðu við neytendamál af því að það þarf að taka það tekur ákvarðanir sem varða verðlagning á matvöru og til dæmis eins og í COVID þegar átt að setja sérlög til þess að vernda ferðaskrifstofur og gera ferðaskrifstofur að lánveitendum gera neytendur að lánveitendum ferðaskrifstofa gegn vilja þeirra, gegn lögum og gegn stjórnarskrá og þar var ráðherra neytendamála í andstöðu við neytendur og sem betur fyrir náðu við að rinda því, reyndar ekki með málþófi heldur. Er þetta ekki verið að það litið á neytendur sem nytjastofn? Það mæta þannig aðgangi í pólitíkinni. Það kannski, það lítur svo á að slátrarinn sé okkar helst í dýravinnu. Ég hef oft bent á það. Það auðveldara náttúrulega fyrir pilsugerðamenn að fylgja liðið það að gera pilsur heldur en að þeir sem borða pilsur fylgja liðið það að borða pilsur. Þannig að það er ekkit óeðlilegt að sérhagsmunirnir nái saman. En ég hef líka bent á það í gegnum tíðina að sérhagsmunirnir eru allt of sterkir hér á Íslandi. Neytendasamtökin, við erum 6 starfsmenn, við veltum það byrja 100 milljónum á ári. Við erum með hérna í Borgartúni 24 í húsi atvinnulífsins. Eru á 35 á annað 100 starfsmanna. Sérhagsmunaafla á 5 hæðum á 5 hæðum og þau velta líkindum vel á 5. ef ekki 7. milljarð króna á ári þannig að það er bara gífurlegur aðstöðumunur og ójöfnur sem við þurfum að allan daginn að vera að vinna og ekki nóg með það heldur þurfum við hjá neytendasamtökunum að setja okkur inn í hvert einasta máli eins vel og við getum og við höfum ekki á þessum fjölda fólks að byggja þar. Þannig að það er verið að segja samstarfsfólk mitt á neytendasamtökunum vinna alveg gífurlegt starf þarna að sporna við fótum og spyrna við ágangi á rétt neytenda í gegnum tíðina og nú stundir. Og það er nefnilega svolítið einkennilegur kúltúr finnst mér í íslensku stjórnmálum að því þú sagðir að veri litið, þú sem sagðir að veri litið á neytendur sem nytjastofn, að það er alltaf eins og almannahagsmunir og neytendahagsmunir séu svona aukreitis. Ekki fyrir með Evrópusambandinu sem að það er svo að skipti engu máli. Einu hagsmunirnir sem máli skipta það er auðvaldið og atvinnurekendurnir sem að og þetta er eitthvað í kúltúrnum hjá okkur líka, þetta er eitthvað hugsanaskekkja. Já, við sjáum það nú líka í aðgerðum Trump, hann setur tolla hingað og þangað heldur að ríkin borgi það en átta sig ekki á því, það virðist ekki átta sig á því að það eru náttúrulega neytendur í heimafyrir sem borga fyrir þetta og við sjáum það sama og meðan á sama tíma við erum að væla yfir því að Bandaríkjamenn séu að setja á okkur tolla hér á Íslandi, þá erum við með tolla á hinu og þessu. Meðal annars er 67% tollur á frönsku kartöflum fluttar inn frá Bandaríkjunum. Þannig að við erum með tolla á og það er ekki verið að vernda eitt eða neitt, það er ekki eins og franska kartöflu framleitar á landinu. Þannig að við erum ekkert barnanna best þegar það kemur að tollum eða skilningi á því að það eru neytendur sem borga. Trump er svolítið svona eins og öfgasinnaður fransnamaður. Já, þú sagði það. Þín orð. Það er alltaf lagi. Herðu, já. Heldur þetta að það sagði ekki Sigur Ingi að Biden væri svona fransnamaður, við vinnum það. Já. Ég held að þessir ágætu herramenn myndi flokkast illa undir íslenska stjórnmálakerfið. Einhver sagði nú að þessi stefna Trump sem væri svona merkantílismi sem var uppi fyrir 150 árum eða svona. Já, einveldistímanum. Og þetta var svona að öll viðskipti væri svona zero sum, það er að annarkvort vinnur þú eða hinn. Það er aldrei neitt báðir agnast af samskiptum með viðskiptum. Þannig að það er nú held ég að sé ekkit vitlaus En Heimurinn situr uppi með manni í 4 ári viðbót. 3,5. Já, hann er nú farin að leggja drög að endurkjöri. Reyndar. Trump gæti verið sonur hans. Eins og Putin gerði á sinni tíð. Gæti verið sonur hans. Sem tæki við. Sem hörið fram 28. Það er nú mjög líklegt. Ég hef enga skoðun á þessu. Það er líklegt. Ég get ekki... Fyrst annar og svo hinn. Fyrst Donald Yngri og svo Erik. Við þekkjum það í íslenski pólitík, að pólitík gengur í ættir.
Hvort hann gerir. Ég stend að því svona í pólitísku svona fréttamennsku hérna að ég myndi ná 3 ætlum. Ég held að Una Torfadóttir færi í pólitík, þá myndi ég ná það 3 ætlum, ég hef ekki náð. Þú er ungan þá, þannig að það er nóg tíma. Ég eldist líka. Já. En við endum þetta núna. Það er Guðmundur Andri, Ólína og Breki. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir. Og hér eftir augnablik ætlum við bræðið að spjalla sennilegum pólitík. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is